Góðan daginn, gott fólk. Gott að sjá ykkur í dag. Á þessum hvítasundegi. Amen. Við ætlum að lofa Guði saman. Halleluja. Salvation, one doorway that leads to life, one redemption, one confession. I believe in the name of Jesus Christ. I believe in the crucifixion. By His blood I have been set free. I believe in the rest. Oh, praise to God the Father. Oh, praise to Christ the Son. Oh, praise to the Holy Spirit. Our God has overcome. The King who was and is and evermore will be. In Jesus' mighty name I believe. Preparing a place for me, far beyond what hearts imagine, ears have heard or eyes have seen. I believe that a day is coming, He's returning to claim His bride. Light the altar, keep it burning, see the Lamb who rose a roaring lion. Oh, praise to God the Father, oh praise to Christ the Son, oh praise to the Holy Spirit. Our God has overcome. The King who was and is and evermore will be. In Jesus' mighty name I believe. No, I'll never be ashamed of the gospel of Jesus Christ. How could I ever walk away from the one who saved my life? No, I'll never be ashamed of the gospel of Jesus Christ. How could I ever walk away from the one who saved my life? No, I'll never be ashamed of the gospel of Jesus Christ. How could I ever walk away from the one who saved my life? Oh, praise to God the Father. Oh, praise to Christ the Son. Oh, praise to the Holy Spirit. Our God has overcome. The King who was and is and evermore will be. In Jesus' mighty name I believe. Oh, praise to God the Father. Oh, praise to Christ the Son. Oh, praise to the Holy Spirit.
Amen. Halleluja. Takk Jesus. Takk Jesus. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus, 'cause He's never let me down. He's faithful through generations. So why would He fail now? He won't. He won't. I still got joy in chaos. I've got peace that makes no sense. So I won't be going under. I'm not held by my own strength, 'cause I built my life on Jesus. He's never let me down. He's faithful in every season. So why would He fail now? He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus, 'cause He's never let me down. He's faithful through generations.
Verið hjartalega velkomin á samkom í dag. Mér langar að lesa fyrir ykkur smá hugleiðingu. Við báðum saman fyrir viku síðan og vorum við aðeins að tala um gleðina. Og markmið lífs okkar er að upphefja Guð hvern þann dag sem við lifum. Markmið lífs okkar er að virða nafn hans með hverri ákvörðun sem við tökum, með hverju orði sem við segjum og hverju hugsun sem við hugsum. Við virðum Guð þegar við veljum hann, nærveru hans. Við upphefjum ekki Guð ef við veljum biturleika eða ófyrirgefningu. Við upphefjum Guð þegar við veljum að standast með honum í storminum. En við þurfum að þykja ráð heilags anda og ákveða að við ætlum að gleðjast í storminum, jafnvel þó að við upplifum erfiðleika eða þjáninga, því að hann gefur okkur styrk í öllum okkar raunum. Og í fyrra Pétursbrefi 5. kafla segir í 7. versi: auðmikið yður því undir Guðs völdugu hönd, til þess að hann á sínum tíma upphefji yður. Varpið allri áhyggju yðar á hann, því að hann ber umhyggju fyrir yður. Verið algáðir, vakið. Óvinnur yðar, djöfullinn, hann gengur sem öskrandi ljón, leitandi að þeim sem hann geti gleypt. Standið gegn honum stöðugir í trúnni og vitið að bræður yðar allan heim verða fyrir sömu þjáningum. En Guð allra náðar sem hefur kallað yður í Kristi til sinna eilífu dýrðar mun sjálfur, ef þér hafið þjáðst lítinn tíma, fullkomna yður, styrkja og öfluga gjöra. Guð þráir að mæta þér í dag. En muni, við höfum alltaf þetta val. Alveg sama á hvaða stað við erum í lífinu, þá höfum við val að standa stöðug í trúnni út af því að hann er með okkur á öllum stundum. Amen. Og mér finnst það svo mikið forréttindi að við getum valið að vera með honum öllum stundum. Og mér langar að hvetja því í dag eins og svo oft áður. Slepptu tökunum á öllu því sem að heldur þig niðri eða fjötrar þig, og ég er ekki síður að tala til sjálfsmýs, því að við göngum öll í gegnum alls konar storma lífsins. Og þá þurfum við að sleppa tökunum á því sem að heldur okkur niðri eða fjötrar okkur eða íþyngir okkur. En í dag ætlum við að setja fókusinn á Jesú. Af því að hann þráir að mæta okkur í dag og hann vill að við horfum til hans upp og yfir kringumstæðurnar. Þannig getur hann mætt þér í dag. Við skulum rísa á fætur og biðja saman fyrir bænaröfnunum sem eru á þínu hjarta og okkar hjarta í dag og lyfta fólkinu okkar upp. Og svo ætlar Gunni að koma og tala til okkar og ég hvet þig til þess að vera með opinn hug fyrir því sem að Guð hefur lagt honum á hjarta. Leyfðu Guði að snerta við hjartanu þín í dag. Væntu þess að Guð mæti þér í dag. Heilagi himneski Faðir minn, ég þakka þér fyrir að þú ert hér í dag. Faðir minn og Guð, ég bara biði fyrir einum og sérhverjum sem að hér er inni, Drottinn minn. Faðir minn og Guð, þú þekkir bænarefnin okkar. Þú þekkir hugrenningar okkar, sorgirnar okkar og þjáningar, Faðir minn. Faðir minn, þessi stormur eða dalur sem að sum hver okkar erum í, Drottinn minn. Faðir minn, ég þakka þér fyrir að þú berð okkur. Þú heldur á einum og sérhverjum og þú gefur styrk, Drottinn minn. Og ég þakka þér fyrir það að þú heyrir bænirnar okkar. Þú heldur í höndinu okkar, Drottinn minn. Faðir minn og Guð, og Faðir minn, þeir sem eru sjúkir, Drottinn minn, ég biði lækningu yfir líf þeirra, Drottinn minn. Ég biði fullkomna lækningu yfir líf eins og sérhvers sem eru með sjúkdóm hér í dag, Drottinn minn. Og ég þakka þér fyrir það að þú svarar bænunum okkar, Drottinn minn og Guð. Takk, elsku Faðir minn. Takk, elsku Faðir minn. Faðir minn, og svo bara leggjum við þessa stund í þínar hendur. Takk, Drottinn minn og Guð. Takk fyrir þína nærveru. Takk fyrir þína nærveru, Drottinn minn og Guð.
Heilagi himneski Faðir minn. Faðir minn, ég bara biðja að smyrja varir hans Gunna þegar hann talar út þitt orð. Ég þakka þér fyrir það orð sem þú lagt á hans hjarta. Faðir minn, bara ég biðja að gefa honum djörfung og mynduleik þegar hann talar út þitt orð hér í dag. Og ég biðja þess, Drottinn minn, að þú gefur okkur eyru sem að heyra, Drottinn minn. Að orðið sem talar út hér í dag með snerta við hjörtum okkar, Drottinn minn. Að við megum heyra. Elsku Faðir minn, að þú þráir að mæta okkur þar sem við erum í dag. Takk, elsku Faðir minn, í Jesú heilaga nafni. Amen. Við viljum að halda áfram að lofa Guð. Það er, ef við viljum gefa inn í kirkjuna, þá er pósið hérna aftast og upplýsingarna koma á vegginn. En fyrst og fremst ætlum við að halda áfram að lofa Guð. Og mér langar bara líka að minna okkur öll á og minna þig á að þú ert einstakur. Þú ert einstök og Guð elskar þig. Hann hefur áætlun með líf þitt til heilla en ekki til óhamingju og hann þráir að mæta þér í dag. Amen. Við skulum halda áfram að lofa Guð. Ég leita þín og líta við, því lausn og hjálp hjá þér ég finn. Í sér hvert sinn hjálpar hönd og miskunn. Og þegar ég þreytist ekki, nýjan þrótt hjá Guði finn, því treyst ég get og mína von á Krist ég set. Og sál mín syngur, ást þín er endalaus, ást þín er endalaus, ást þín er endalaus. Ást þú gafst, því elskað get, þú fyrirgafst, ég fyrirgef, þín ást er allt, þú fyllir líf mitt von á ný. Og sál mín syngur, ást þín er endalaus, ást þín er endalaus, ást þín er endalaus. Og sál mín syngur, ást þín er endalaus,
Ást þín endalaus. Ást þín endalaus. Halleluja, Jesús. Takk drottinn minn og Guð, takk fyrir ástina, Faðir. Takk fyrir kærleikann, drottinn Jesús. Faðir minn, viltu bara fylla okkar af þínum kærleika, fylla okkar af þinni ást í dag, drottinn Jesús. Halleluja, Faðir. Takk, Jesús, takk, Jesús. Þú ert Guð, þér einum ber, allt mitt líf því færi þér, söngva sem að mikla verkin þín. Útrétt hönd og hjarta mitt, gerðu Guð það sem þú vilt, því nærvera mesta gleði mín. Helgur andi rá þú ferð og gefa dyr þín komi, gefa dyr þín komi. Eitt bið ég eitt þrái ég, meir en allt í heimi hér, að dvelja í húsi þínu allt mitt líf. Ég vil vita allt þig, sleppi því sem hindrar mig, þér og Guð helguð lofgjörð mín. Ég brenna vil af ástríðu til þín, sendur helgur andi svo fegur sem þú gafst mér, sem minn vinur, svo ólík öðrum sem ég hef séð. Ég vil aldrei hætta að undrast návist þína, ég vil alltaf hrífast af því hver þú ert. Svo fegur sem þú gafst mér, sem minn vinur, svo ólík öðrum sem ég hef séð.
sendur helgur andi ráð þú ferð, gefadir þín komi, gefadir þín komi, sendur helgur andi sendur helgur andi ráð þú ferð, gefadir þín komi, gefadir þín komi. Halleluja, heilagur andi. Heilagur andi, við þörfnumst þín í dag, Drottinn. Halleluja, Faðir. Takk, Jesús. Í þinni nærveru, í þinni nærveru, þinn helgi andi lifir í mér. Ég fell að fótum þér, ég fell að fótum þér, þitt helga orð að tala til mín, því ég vil dvelja hjá þér, og ég er ekkert án þín, ég er ekkert án þín. Í þinni nærveru, í þinni nærveru, þinn helgi andi, hann lifir í mér. Ég fell að fótum þér, ég fell að fótum þér, og þitt helga orð það tala til mín, því ég vil dvelja hjá þér, og
down thee. Kumbro lomo nondro imbra la manandra da shibra la manandra da shibra la manandra. Kindro loco ombro lomo nondro da shibra la manandra da shibra la manandra da manandra. Imbara la manandra imbro da shibra la manandra da manandra. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Kumbro da shibra la manandra da manandra. Kumbro umbro do shika para la manandra da shitra para la manandra da manandra para. Halleluja. Drottinn, þakka þér fyrir það að við fáum að koma saman hérna í þínu nafni, fáum að koma saman í þínu húsi, að við fáum að vera þinn eignarlíður, Drottinn minn. Ég þakka þér fyrir það að þú grípur inn í allar þessar kringumstæður, Drottinn minn. Kumbro do shika para la manandra da shibra la manandra. Kumbro lomo nondro do shika para la manandra da shibra manandra. Drottinn minn, að þú meir verða alltaf stærri og stærri hlutill í mínu lífi. Kumbro do shika para la manandra. Og það sem þættir af mér sjálfum með verða minna og minna og minna. Drottinn minn, bara fá að blessa fólkið mitt, fólkið okkar. Og brúta shika bara la manandra da shitra manandra da. Ég bið að gefa þeim yndislegan dag, yndislegt ár. Brúta shika bara la manandra da la manandra. Drottinn, ég þakka þér fyrir það að þú lofaðir okkur heilugum anda og ég þakka þér fyrir það að þú stóðst við stóru orðin. Og ég þakka þér fyrir það þegar við tökum við þér sem okkar frelsara, fáum við hlutdeild í þessum heila anda. Og svo gefur okkur tækifæri á að skýrast í heilugum anda, Drottinn. Kubroto shikabra thalamanandra da shibra lomanandra. Kimbro ombro tholomanandra da shitra manandra thalamanandra. Kimbra lamanandra da shitra manandra thalabarda. Shiko ombro tholomanandra. Takk Jesus, takk Jesus, takk Jesus. Takk, 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 Jesus. Já, elsku vinur minn. Sjá hvað þið fallegur maður. Takk. Þið eru frábær. Sjáu þið. Og bróðir þinn. Figure that one out. Wow. Gleðilegan hvítasunnudag. Gleðilegan hvítasunnudag. Takk. Hugsa ykkur hvað við erum stórkostlega heppin. Nei, ok, orðum þessi. Stórkostlega blessuð að fá upplifa hvítasunnudag 2026. Við spáðum í þetta. Við fáum að mæta hérna saman og við fáum að upplifa nærveru og heila sanda, við fáum að upplifa allt það sem hann hefur fyrir okkur í dag. Það er bara, þetta er ekki sjálfgefið. Nema þetta fyrir aðra sem eru uppi þennan dag. Við ætlum að tala í dag þennan hjálpara sem að Drottinn lofaði okkur á sínum tíma og lofaði okkur aftur og aftur. Við ætlum að tala hann. En við ætlum ekki að bara tala einn hjálpara, heldur ætlum að tala 2 hjálpara. Ok, veit einhver hver hinn hjálparinn er? Gott, þið fáið að heyra það eftir. Ég er nefnilega, núna er ég að lesa, það er ekki rétt, ég er að hlusta á bók sem að snýr kerfisbundna guðfræði. Það er með þurrar í bókum sem ég hef nokkuð tímann á ævinni lesið.
Ég mæli samt einhvern veginn með því að allir lesi það og kynnir sér bara guðfræðina. Þú veist, hvernig hlutin að virka. En byrjum hér. Jóel 3, 1-2. En síðar meir mun ég úthella anda mínum yfir allt hold. Synir yðar og dætur munu spá, gamalmenni yðar munu dreyma, ungmenni yðar munu sjá sjónir. Já, einnig yfir þræla og ambáttir mun ég á þeim dögum úthella anda mínum, segir Drottinn. Og við hendumst bara snarast í auðvitað aðalefni dagsins og það er Póstursagan, annar kafli. Þá er uppvarunnin hvítasunnudagur. Voru þeir allir samankomnir, varð þá skyndilega gnýr af himni eins og aðdínanda sterkviðris og fyllti allt húsið þar sem þeir voru. Hugsið ykkur. Og svo erum við hér með þennan sama heilaga anda. Þeim birtust tungur eins og af eldi væru hvísluðust og settust á hvern og einn þeirra og þeir fylltust allir heilugum anda og þeir tóku að tala öðrum tungum eins og andinn gaf þeim að mæla. Í Jerúsalem dvöldust gyðingar, guðragnir menn frá öllum löndum undir himninum. Og þetta hljóð heyrðist dreifað fjölda manns. Þeim brá mjög við því að hver og einn heyrði þá tala eða mæla á sína tungu. Svo ætlum við að hingra aðeins hérna, við ætlum að hugsa þetta. Þegar fólki heyrir þetta, fólki hérna fyrir utan, þá var það furðulostið og það var ráðalaust. Og það spurði, þetta kemur fram í versi 12, hvernig má þetta vera? Hvernig getur þetta gerst? Að þeir standa þarna og þeir predika fagnaðarerindi. Þeir predika þetta fagnaðarerindi sem enginn hafði heyrt áður. Þetta var bara að koma nýjar, góðar fréttir. Nýjar góðar fréttir fyrir þig, nýjar góðar fréttir fyrir mig. Í fyrsta skipti var þetta að koma fram. Og þá steig Pétur fram og þeir 11. Og hann hóf upp rödd sína og mælti til þeirra, gyðingar og allir þér Jerúsalem búar, þetta skuluð þið vita. Hugsa ykkur að byrja ræðuna sína svona. Þetta, hlustaðu, annars getur hlotið verra af. Ljáið eyru orðum mínum. Eigi eru þessi menn drukknir eins og þeir ætlið, enda aðeins komið dagmál. En hér að rætast það sem spámaðurinn Jóel segir, þar sem við lásum rétt áðan. Það mun verða á efstu dögum, segir Guð, að ég mun úthella anda mínum yfir alla menn. Synir yðar og dætur munu spá, ungmenn yðar munu sjá sýnir og gamalmenn yðar munu dreyma. Og ég veit ekki hvað það þýðir en ég er farin að dreyma óbóðslega mikið. Og það bara, kannski þetta gamalmenn einhvern veginn að hellast á mig. Og það bara allt í lagi. Það blessun. Hvað eru margir sem vita það? Það ákveðin leyndardómur í því. Ég ætla að kenna ykkur svo leyndardóm. Er þið til? Þetta ætti að vera í hver einasta páskaeggi. Eftir sem þú átt fleiri afmælisdaga, þeim mun lengur hefur fengið að lifa. Og það gott. Þetta á að vera einhver einasta páskaeggi. Maður á að geta að opna þetta, lesið þetta og verið jafn hamingjusamur bæði fyrir og eftir egg. Jafnvel yfir þræla á mínar og ambáttir muni á þeim dögum úthella anda mínum og þau munu spá. En hver sá sem ákalla nafn Drottins mun frelsast? Ísraelsmenn, heyrið þessi orð. Jesús frá Nasaret var maður sem Guð sannaði yður með kraftaverkum, undrum og táknum, Guð lét hann gjöra meðal yðar eins og þeir sjálfið vitið. Hann var framseldur að fyrirhuguðu ráði Guðs og fyrirvitund og þér létuð heiðna menn, negla hann á kross og tókuð hann af lífi. Þú tókst hann af lífi. Ég tók hann af lífi. En Guð leysti hann úr nauðum dauðans. Heyri ég með því. Og Guð reisti hann upp
Amen. Enda gat það aldrei orðið að dauðinn fengi haldið honum. Aldrei. Þetta er boðskapurinn sem heilagur andi kom með hérna þennan fyrsta dag til þess að skila til fólksins. Og það er einhvern veginn ekkert í mér og ég held að sé ekkert í ykkur sem fær ykkur til að halda að þessi boðskapur sem kom þennan fyrsta dag eigi eitthvað minna við í dag en þá. Ég held að hann eigi jafn vel við í dag og alla daga. Og þetta við munum öðlast kraftur, heilagur andi kemur yfir okkur og við munum verða vitni þetta. Það er það sem hann er að segja. Þetta kemur fram í Mattheus, við getum séð þetta í Markus, við getum séð þetta víða. Og við getum séð þetta bara í kirkjusögunni. Það sem við förum út með fagnaðarerindið, þar bætist við hópinn. Það sem við förum ekki út með fagnaðarerindið, ekki jafn mikið. Þetta er ekki rétt. Því að það er þar sem að Jesús og þar sem að Jesús predikaður, dáinn upprisinn, búinn að sigra dauðann. Það er það sem fólki þarf að heyra. Og þess vegna fengum við hann heilagan anda. Í dag fyrir 1990 og eitthvað árum síðan. Það fer styttur því 2000 ára afmæli. Já, heilagum anda. Eða þannig. 2000 ár síðan við laymenn fengum þessa stertingu í fyrsta skipti. Þetta er bara svo yndislegt að hann hefur sagt við okkur í Kristiboðskipuninni: farið út allan heim og gjörið allar þjóðir að læra sér predikið og segið frá Jesú. Bara svona drögum þetta saman. Og við þráumst við. Það ekki? Hvað eru margir sem að þráast við? Ég þráist stundum við. Í stundum ég bara, þú veist, ég ekki bara frábært að Nonni gera þetta bara. Hann svo góður í þessu. Þú veist, eða Kiddi frændi. Þú veist, einhver betri í þessu en hann. Ég þá ekki best að hann sjá þetta bara. Og ég verð bara hérna í laumi ykkur þar. Með gleraugun minn eins og Súpermann, það þekki mig enginn. Svo bara sunnudum tekið gleraugun niður og neppið frá skyrtunni. Og þá allir bara, hann komið með þetta, alveg geggjað. Svo bara þegar ég fer út og bara neppi ég svona rúla saman og setjum gleraugun aftur. Það kemur hvergi fram í Biblíunum við að gera það. Jesús sagði þennan heilaga anda, þennan fyrsta hjálpara sem við ætlum að tala um. Og allir bara, já, ok, það eru 2 hjálparar. Hvað djók þetta? Jesús sagði í Jóhannes 14. kafla, og þetta er smá lesning þannig að við bara hlustum: sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem trúar á mig mun einnig gjöra þau verk sem ég gjöri og hann mun gjöra meiri verk en þau því að ég fer til föðurins. Og svo heldur hann áfram: og hvers sem þér biðjið í mínu nafni, það mun ég gjöra, svo að Faðirinn vegsamist í syninum. Og ef þér biðjið mig einhvers í mínu nafni, þá mun ég gjöra það. Og ef þér elskið mig, þá munu þér halda boðorð mín. Og ég mun biðja Föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara, að hann sé hjá yður að eilífu, andi sannleikans, sem heimurinn getur ekki tekið á móti, því hann sér hann ekki og þekkir hann ekki. En þér þekkið hann, því að hann hjá yður og verður í yður. Heyrðu ég með því? Ekki muni skilja ykkur eftir munaðarlausa. Ég kem til ykkar. Innan skamms mun heimurinn ekki sjá mig framar, en þið munu sjá mig því ég lifi í ykkur, því ég lifi og þér munu lifa. Á þeim degi munu þið skilja að ég í föður mínum og þér eruð í mér og ég í yður. Og sá sem hefur boðorð mín og heldur þau, hann sá sem elskar mig. En sá sem elskar mig mun elskaður verða föður mínum. Og ég mun elska hann
og birta honum sjálfan mig. Þetta bara eins og gestaþraut. Júdas, ekki Ískariot, slakið á. Júdas, ekki Ískariot, svo frábært að skuli segja þetta. Júdas, ekki Ískariot, sagði við hann. Það var þetta ekki hann. Hverju sætir það að þú vilt birtast okkur en ekki heiminum? Og Jesús svaraði, sá sem elskar mig varðveitir orð mitt og faðir minn mun elska hann og til hans munum við koma og gjöra okkur bústað hjá honum. Og sá sem elskar mig ekki varðveitir ekki orð mín. Orðið sem þér heyrið ekki mitt, heldur föðurins sem sendi mig. Og þetta hef ég talað til þar á meðan ég var hjá ykkur. En hjálparinn, aftur fyrsti, hjálparinn, Andinn heilagi, sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt sem ég hef sagt ykkur. Frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Og ekki gef ég eins og heimurinn gefur. Nei, hjarta yðar skelfist ekki, ég hræðist. Lestur er lokið, svo gott sem. Allan tíman er hann að tala um þetta að við verðum ámynduð það sem hann hefur gert í okkur, með okkur, fyrir okkur, kennt okkur. Með það fyrir augum að við getum farið með það sem hann hefur kennt, sett í okkur, sýnt okkur, gert okkur, kennt okkur allt og við getum farið með út og sagt öðrum frá. Er það ekki? Það er það sem hann er að segja og til þess fenguðu þeir hann heilaga anda. Ok. Og það er bara gott. Og ég ætla ekki að setja neitt áfellisdómi um það að fólk hafi ekki farið í trúb á síðustu 2 ár eða 1 ár eða í fyrradag eða eitthvað. Heldur bara, við þurfum að skilja þetta, að ef staðan kemur upp, að því ég gerir ráð fyrir hún kom upp. Þegar staðan kemur upp að þú upplifir, ég ætti kannski að segja eitthvað hérna, ég ætti kannski að mæta hérna til að fá að biðja fyrir þessum að gera eitthvað, þá er heilagur andi með þér. Og þú hefur vald og kraft í gegnum þennan heilaga anda. Og þú getur mætt kringumstæðan fólks. Þú ert bænasvarið inn í líf fólksins fyrir utan. Það er fólk að bíða eftir þér. Þar sem þú kemur með það sem Guð hefur gefið þér og þú gefur það áfram. Amen. Þannig virkar barmafullu bikar. Þú veist, hann er bara fullur og svo flæðar hann yfir. Sjáðu það. Það sem fer yfir er ekki lengur í bikarnum. Það á ekki verið í bikarnum lengur. Það er farið út. Og það vökvar það sem er í kring. Og það er þið. Þið eru löngu, elsku fólk, orðin barmafull. Nú er komin tími til þess að við hristum okkur aðeins og skvettum með kringum okkur. Er þetta ekki rétt? Og það er þessi heilagi andi sem okkur er gefinn, sem er bara ánans, hugsiði, ánans var Jesús búinn að vinna sigurinn, við getum tekið við frelsisverkinu og ég þyrfti alvörun að lifa bara eins og ég lifði áður. Eina sem ég ætti væri bara fullvissun það þegar líf minn og hér var lokið, þá ætti ég himnavistan örugga. En með heilagum anda getur líf mitt orðið öðruvísi en það var áður. Þú veist, hann tekur á hlutunum sem að eru hér. Önnur Mósebók segir hins vegar sögu sem ég langar að fara í. Hún fjallar hinn hjálparann okkar. Er einhver búinn að sjá hvað það er? Ég skal fara með okkur í það. Þetta er önnur Mósebók, 17. kafli. Ef þið horfið hérna aftur núna við tæknibúrið og sjáu Kristmann. Sjá allir, hann situr þarna við tæknibúrið, sjáu hann? Nei, við sjáum hann ekki. Kristmann er búinn að þjóna kirkjunni óbúslega lengi og hann er búinn að vera óbúslega ósérhlífinn.
og hann hefur átt, það hefur erfiðleikar heima fyrir, og ég ætla ekkert að fara út í hvað það er, en hann er úrvinda og sumir myndu segja brunnin út. Það þarf að nota alls konar orði fyrir það, en aðalatriðið er að hann er bara uppgefinn og þess vegna situr Hálfdán þarna. Ekki Kristmann, þetta er Hálfdán. Svona fyrir þá sem að sjá kannski ekki betur þetta. Sjálfur er ég það, ég sé bara hvítan mann og þeir eru báðir hærri en ég, þannig að þetta geti alls eins verið Kristmann, sko. En það er óbúslega mikið og ég er svo þakkláttur, sko, mér langar að svo áður en ég fer í þetta, það langar mig að segja, ég er svo þakkláttur fyrir ykkur sem ég veit að eruð í bænahópum. Og jafnvel þið sem eru ekki í bænahópum, þið biðjið fyrir forystunni í kirkjunni. Og fyrir öllu þessu fólki sem stendur alveg inn á sviðinu eða lofgerðarhópurinn og allt þetta, unglingaleiðtogar, bænaleiðtogar, allt hvað þessi leiðtogar heita. Það er svo mikilvægt að við biðjum fyrir svo fólki og höldum þau uppi. Og það er svo mikilvægt að við hlaupum einhvern veginn undir bagga með þeim. Og ég er bara svo þakkláttur fyrir ykkur. Því ég meina, nú er ég sjálfur í bænahóp sem að hittist endrum-eins og svo er ég öðrum sem hittist endrum-eins. Þannig að svona sirka er þetta svona reglulegt. Annars vegar er það að laugardagsmótum og svo er það hins vegar að laugardagskvöldum. En það er held ég alltaf beðið sérstaklega fyrir þeir sem fara fyrir kirkjunni og fyrir kirkjunni almennt. Og það er bara svo gott að vita það. Auðvitað höfum við öll mismunandi skoðunar af því sem er að gerast og mér veit, af hverju er þetta ekki svona, af hverju er þetta ekki svona, af hverju er ekki búið að hella upp á kaffi og af hverju er ekki búið að þrífa klósettinn eða ég veist eitthvað. Og við getum öll haft skoðunar af því. Og það er bara alltaf lagi, við höfum bara skoðanir. En það vantar stundum svolítið í þessa setningu hérna, af hverju er ekki búið að hella upp á kaffi? Eða af hverju er ekki búið að þrífa klósettið? Vitið þið hvað vantar í þessa setningu? Nei, vitið þið hvað vantar í þessa setningu? Það er eitt orð. Það er orðið ég. Af hverju er ég ekki búin að hella upp á kaffi? Og af hverju er ég ekki búin að þrífa klósettið? Af hverju er ég að hafa skoðun á þessu þegar ég er ekki að gera þetta sjálfur? Maður spyr sig. Ég hella ekki upp á kaffi. Þetta er ekki dómur einn en einn. En þetta er bara pælingar. Þá komu Amalekítar og áttu orustu Ísraelsmenn í Refidím. Áður en það gerist, þá voru þeir eitthvað að kvabba við því að þeir hefðu þurft að vera 40 ára að labba þessa 3 daga leið í gegnum eyðimörkina. Ísraelsmenn. Þeim fannst þetta eitthvað langt. Og þeir voru eitthvað, við fáum ekkert að drekka, það er ekkert almennilegt vatn einhvers staðar og kvabba eitthvað og það endaði með því að vatnið kom út úr klettinum og allir fengu vatnssopa. Strax í kjölfarið á því segir, þá komu Amalekítar áttu orustu Ísraelsmenn í Refidím. Og þá sagði Móse við Jósúa, veldu okkur nokkra menn og farðu út og berstu við Amalekítana. Og á morgun mun ég svo standa efst á hæðinni og hafa staf Guðs í hendi mér. Og ef ég væri með hóp sem væri ofboðslega niðurlútur og þreyttur, eins og Ísraelsmenn sem voru þarna, þá hefði ég hugsað, ef ég væri Jósúa og Móse hefði sagt, heyrðu, sagt þú nokkra gaura og farð þú bara að slást við þessa Ísraelsmenn, þessa Amalekíta og ég verð svo bara upp á hæðinni með stafinn. Þá hefði ég hugsað, er ekki eitthvað skakt þess að mynd bara? Þetta er ekki alveg eins og ég hefði hugsað það, sko. Eða hvort að ég stend bara upp á hæðinni Móse og þú fer bara niður og bygga fætt. Það er kannski bara allt eins gott eða. Nei, Jósúa gjörði það sem Móse hefði sagt honum og lagði til orustu Amalekíta. En þegar Móse, Aron og Húr gengu efst upp á hæðina. Og þá gjörðist það að alla þá stund Móse hélt hendi sinni veitti Ísraelsmönnum betur. En þegar að höndin fór að síga, þá veitti Amalekítum betur.
En með því að Móse urðu þungar hendurnar, þá tóku þeir stein og létu undir hann. Það er undir Móse, þannig að nú situr hann á klettinum, orðinn þreyttur. Og þeir stóðu við sitt hvora hlið hans og héldu höndinni uppi. Og þeir aðstóðu Móse við verkið sem hann var að vinna. Og meðan það gekk, óx Ísrael ásmegin. En Jósúa lagði Amalekíta og lið þeirra að velli með sverðseggjum. Þetta var svo mikilvægt að það var einhver sem hljóp undir bagga með forystursönnum Móse. Okkur fannst það, sko, Jósúa fannst hann kannski ekki vera að gera það sem hann hefði átt að vera að gera. Af hverju var hann ekki niður að slást líka? En Guð hafði bara kallað hann og sett hann á ákveðin stað, en það breytti því ekki að hann þurfti aðstoðina. Og við þurfum að hugsa okkar fóstufólk, og það er, ég ætla að plata Hálfdan og Ásdís til að koma hérna og horfa í augun á ykkur. Má ég fá ykkur til að koma upp? Hann er að koma. Hann fer þarna hinum megin við, sko. Þið megið standa niður eða uppi, þið megið stýra þessu alveg svo þið viljið, sko. Já, þá komum við upp. Þið er í þannig formi hlaupandi fjöll eða þannig. En þetta er fóstufólkið sem Guð hefur sett í þessa kirkju. Og þetta er fólkið sem að ber hita og þunga af öllu því sem er að gerast hérna. Og þau er heiðurskildið. En við þurfum að biðja fyrir þessu fólki. Við þurfum að styðja undir hendurnar að þeim til að okkur vegni betur. Skiljum við þetta? Af því að ef það er einhverjum sem skiljur þetta ekki, þá þarf hann að rétta upp hönd núna og við förum í þetta aftur. Þannig þetta er staðan. Við þurfum að biðja fyrir þessu fólki að því vegni vel. Því að þegar þeim vegna vel með það sem þau eru að gera hér, þá vegnar okkur betur með það sem við erum að gera hér. Og þess að segja aftur, ég er mjög þakklátur fyrir að vera í 2 bænahópum og fyrir aðra bænahópa sem er í kirkjunni sem eru statt og stöðugt að biðja fyrir ykkur. En við verðum að gefa í. Af því að það er, í okkar persónulega samtölum, bara í gær áttum við persónulegt samtal, þar sem við töluðum það að þetta er orðið svo ofboðslega þunguróður og það er allt orðið svo erfitt. Og þau reyna að láta lítið bera á því. Og eðlilega reyna það. Ég var næstu búinn að búa til mynd á ChatGPT og beðum til að gera þau alveg úrvinda og svo þegar sína þetta, ég hugsa að það er kannski ekki, það er bara ekki kannski þess að þarf. Við þurfum bara að sjá þau og vita að þau þurfa hjálp. Þannig að á eftir, þegar ég er búinn með ræðuna, kannski ég lefum bara að standa einn á stund. Sko, Móse fekk hjálp sem leiðtogi liðsins. Það er þannig. Og það er fólk hérna innan þeirra sem þarf að vera þeirra hjálp. Stundum getur það verið ég, stundum getur það verið þú. Jósúa var með aðra vinnu í sama hlutverki. Fattiði? Hann var niðri að berjast. Við erum með lofgjörðarleiðtoga sem berst. Við erum með unglingarleiðtoga sem berst. Við erum með bænahópaleiðtoga sem berst. Við erum með alls konar fólk sem berst. Og hann pikkaði fólk og fekk það með sér. En hann þurfti að sækja fólkið og fá það með sér. Þannig að við þurfum að standa vörð utan allt þetta fólk sem er að leiða eitthvað starf. Því að það er svo brýnt að fólk brenni ekki út. Herja með því. Þannig að ef þið horfið í kringum ykkur og sjáið, þið getur hort svona í hugskotssjónum og sjáið fyrir ykkur alla hina leiðtogana sem eru að einhvers staðar að gera eitthvað, það er eldhúsi, það er alls konar þjónustur sem má aðstofa með. Það er Jósúa. Við viljum hlaupa tilbaka með Jósúa líka. Móse og Jósúa.
Sjáu þetta. Af hverju er ekki búið að gera vöflurnar? Af hverju er ég ekki búin að gera vöflurnar? Þetta er alls mikið lykilatriði. Þú veist, af hverju er ekki búið að þrjá klóstin eða af hverju er það ekki ég? Ég heyrði í gær sögu, því með ég setjast. Ég heyrði sögu í gær af verkefni í grunnskóla í bænum, sem ég man ekki eins og hvað verkefni þetta var, af því að ég hafði svo mikinn áhuga á þessu. Það var eitthvað verkefni sem var verið að vinna í skólanum og það var sett upp á einhverjum ákveðnum tíma og það féll einhvern veginn ekki krami hjá einhverjum af þessum leiðtogum í skólanum. Og leiðtogum kom strax og byrjaði, þú veist, hver gaf ykkur leyfi, þú veist, það var búið að halda þetta sprell sem var í gangi, ég man ekki hvað það var, einhver hátíð. Og þessi stjórnandi var einhvern veginn bara að fá beint í þetta, hver gaf leyfi fyrir þessu, var búið að, þú veist, bla 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 bla. Í staðinn fyrir að segja hvernig gekk. Það var búið að gera gaman með krökkunum í skólanum. Hvernig gekk? Leið öllum vel? Fór þetta eins og við vildum? Svo maður hefði kannski verið hægt að spura hver gaf leyfi fyrir þessu? En þetta myndi mig svo sjálf á mig einhvern veginn að ég fer svo oft í þennan gír bara, af hverju er þetta gert svona? Og það fékk mig bara til að hugsa, þú veist, af hverju fer ég alltaf í þennan gír? Af hverju get ég ekki bara verið gaurinn sem segir bara, heyrðu, frábært, hvernig gekk þetta námskeið? Af hverju var þess að kenna þetta, af hverju sagði þetta svona? Þannig að ég setti hérna einn setningu sem ég ætla að fá að lesa fyrir ykkur og hún er svona, ekki byrja á að kvarta undan því að hlutin sé ekki eins og þú hefur verið erfæru ef þú tókst ekki þátt í að gera það á annað borð. Biðdu Guð nýtt hugafar, biðdu Guð að opinbera sinn vilja í málinu fyrir þér og fyrir þeim sem á í hlut og taktu svo þessa áskorun hérna. Prófaðu bara að elska og uppörva. Ef að segja það sé bara frábær útgangspunktur einhvern veginn mitt verkefni númer 1 þegar ég mæti fólkinu mínu hérna í kirkjunni er að ég ætla að elska og ég ætla að uppörva. Já, að sjálfsögðu. Sko, Guð þráir að blessa fólkið sitt. Við höfum heyrt þetta. Og Guð hefur áætlundir heillan ekki óhamingju eins og Ásdís sagði hérna undir lokin á hérna stundur sem hún var með hérna rétt áðan. Hún María Woodward Etter, hún sagði eitt sinn, og ég ætla að snara það yfir í íslensku. Öll börn Guðs ættu að hafa kraft til að fæða fram blessun. Af því það kostar aðeins trú og hlýðni. Það kostar ekki meira en það. Ef þú átt trú og hlýðir því sem Guð er og það sem Guð segir, þá getur alltaf fætt fram blessun. Þannig að ef þú ert ekki að fæða fram blessun, þá þurfum við að tóka hvort að María hafi bara eftir árungu að standa. Eða hvort við getum bara skoðað sjálf okkur. 1. Þessalóníkubréf 5 segir: Vér biðjum yður, bræður, að sýna þeim viðurkenningu sem erfið á meðaliðar og veita forstöðu í drottni og áminna yður. Auðsýnið þeim sérstaka virðingu og kærleika fyrir verk þeirra. Lifið í friði yðar á milli. Vér áminnum yður, bræður, vandið við þá sem eru óreglusamir. Ok? Hughrestið í stöðu litla, takið að yður þá sem óstyrkir eru og verið langlyndir við alla. Gæti þess að enginn gjaldi neinum illt með illu, en keppið ávallt eftir hinu góða. Bæði hver við annan. Bæði hver við annan og við alla aðra. Verið
ætíð glaðir. Og hafið það. Biðjið án afláts og þakkið alla hluti því að það er Guðs vilji með yður í Kristi Jesú. Og svo klikkar hann út borðunum, slökkvið ekki andan. Galatabréfið segir, berið hvers annars byrðar og uppfyllið þannig lögmál Krists. Gætu við orðað þetta og sagt, ok, þú getur ekki uppfyllt lögmálið, nema þá að þú farir að bera byrðar hvers annars. Hebreabréfið myndi segja, hlýðið leiðtogum yðar og verið þeim eftirlátir, þeir vaka yfir sálum yðar og eiga að lúka reikning fyrir þær. Verið þeim eftirlátir til þess að þeir geti gert það með gleði en ekki andvarpandi, af því það væri ykkur til ógagns. Ekki hjálpa þeim bara fyrir þau, þú getur hjálpað þeim fyrir þig. Rómarbréfið skiltir oss hinum styrku sem eru þið og ég, við erum hinn styrku. Að bera veikleika henni óstyrku og hugsa ekki sjálf okkur. Sér hver af oss hugsa náungan og það sem honum er gott og til uppbyggingar. Predikarinn 4, 9-10 segir, betri eru 2 en 1 með því að þeir hafa góð laun fyrir strid sitt, því að ef falli annar, þá getur hinn reist félaga sinn á fætur. En vei einstæðingnum sem fellur og engin annar er til að reisa hann á fætur. Við ætlum að standa saman. Af því við erum fjölskylda. Ég og þú, við erum fjölskylda. Heyri ég með því? Þið sitjið uppi með mig, sko. Bara svoleiðis. Og svo ætlum við að ljúka kannski bara með þessu versi hér og við plötum bara lofgjörðahópinn kannski til að koma upp. Það er annað Korinthubréf, 1:24. Ekki svo að skilja að við viljum drottna við trúaðar, heldur viljum við vera samverkamenn að gleði ykkar. Því að í trúnni standið er. Heyri ég með því? Þið eruð yndisleg. Og þið eru mikilvæg. Og þið eruð hinn hjálparinn sem Jesús sendi á þennan stað á þessum tíma fyrir hvort annað. Ekki bara fyrir fósturfólki en þau líka, heldur fyrir okkur öll. Við stöndum saman. Amen. Þá ætlum við ekki að hafa þetta lengra í bili. Við ætlum að fá lofgjörðahópinn til þess að grípa boltan og leiða okkur einu lagi. Ef þið viljið fyrirbæn, þá eru við hér, alls konar fólk, til að standa með þér og bera þessar byrðar með þér sem þú berð, ef það er eitthvað. Þannig að meðan lagi gengur yfir þá með að koma fram og fyrirbæn, ef ekki þá ætlum við að gefa okkur í þetta lag, syngja hann á lofsöng, svo ætlum við að fara fram og njóta samfélagsins. Amen. Amen. Takk fyrir mig. Amen. Við endilega rísa á fætur og lofa Guð með okkur. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord.
the sweetest of loves, when my heart becomes free and my shame is undone. In your presence, Lord, the Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory